Ekkert eftirlit virðist vera með því hvort eigendur fyrirtækja greiði sér út arð með löglegum hætti eða ekki. Skattayfirvöld og lögregla skoða nú mál Ásbjörns Óttarssonar alþingismanns sem viðurkenndi í Kastljósi í gær að hafa greitt sér út arð úr fyrirtæki sínu í trássi við lög. Formaður Sjálfstæðisflokksins telur skýringar þingmannsins góðar og gildar og að hann þurfi ekki að víkja úr sæti í þingnefnd sem vinna úr skýrslu rannsóknarnefndar. Því fulltrúi hreyfingarinnar ósammála og telur að Ásmundur ætti að víkja meðan málið rannsakað. Athygli vekur að annar þingmaður sem á sæti í nefndinni gefur ekki upp fullnægjandi upplýsingar hagsmunatengsl á vef Alþingis og það var hann Helgi Seljan sem skoðaði þetta mál í dag. Ásbjörn Óttarsson þingmaður viðurkenndi í Kastljósi í gær að hafa greitt sér arð vegna ársins 2006 þegar eigið fé fyrirtækisins Nesvers sem Ásbjörn á ásamt eiginkonu sinni var neikvætt. Slíkt brot á lögum einkahlutafélög. Ásbjörn kvaðst ekki hafa vitað að greiðslurnar væru ólöglegar, hann hefði endurgreitt arðinn leið og blaðamaður Fréttablaðsins hefði hringt í hann og forvitnast málið. Þannig að þú bröstir lögin? Já, ég gera það ekki viljandi. Mér var ekki kunnugt það að þetta var ekki heimilt þegar það gert og ég nú bara einu sinni mannlegur og hef nú ekki bókhaldsþekkingu þó ég nú mikla reynslu af rekstri og ekki sérmenntaður í bókhaldi. Þannig að það eru staðreyndir málsins. Þó Ásbjörn hafi skilað fénu til fyrirtækisins líklegt að endurskoða þurfi skattgreiðslur bæði fyrirtækisins og Ásbjörns sjálfs fyrir umrætt ár að sögn starfandi skattrannsóknarstjóra. Það ætti að vera í höndum skattstjórans á Akranesi en skattstjórinn þar vildi ekki tjá sig málið í dag. Hvað varðar brot Ásbjörns á lögum einkahlutafélög þá það mál nú til skoðunar hjá efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra. Helgi Magnús Gunnarsson, saksóknari efnahagsbrota, sagði í samtali við Kastljós ekkert geta sagt til þá skoðun, niðurstaða lægi ekki fyrir. Engin fordæmi eru fyrir slíkum ákærum að sögn Helga Magnúsar en það hafa þau ekki komið þar inn á borð áður. Það kann þó ekki að koma á óvart en það virðist eftirlit með arðgreiðslum úr fyrirtækjum ekki vera á borði neins ákveðins eftirlitsaðila. Já, það nú svolítið vandséð að átta sig á því. Ég sé ekki að það sé neinum aðila ætlað að fara með það eftirlit. Fyrirtækjaskráin hefur ákveðna refsið sektar heimildir ef til þess kemur en raun og veru ekkert formlegt eftirlit með þessum þáttum að mínum mati, til dæmis skattayfirvöld. Já, þau eru bara að fylgjast með því að það séu greiddur eðlilegur skattur af útgreiðslu arðs. Þannig að það í raun og veru enginn sem hefur sérstakt eftirlit með því að þessu sé framfylgt? Ég kannast ekki við að það sé nein eftirlitsstofnun eða neitt slíkur aðili sem að gera það. Ásbjörn Óttarsson á sæti í þeirri nefnd þingsins sem taka á afstöðu til skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Kastljós hefur í dag leitað viðbragða nefndarmanna í þeirri nefnd vegna málsins. Ekki náðist í alla en þeir Atli Gíslason og Magnús Orri Schram vildu hvorugir tjá sig málið fyrir en það hefði verið rætt í nefndinni sjálfri. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins, sagði málið óheppilegt en vildi að öðru leyti ekki úttala sig það. Ágætt ef til þess að Ásbjörn myndi sýna gott fordæmi með að taka sér bara hlé á meðan að þetta sem sagt kanna til þaula hvort að ef hann að játa lögbrota þá búið væntanlega í réttar ríki eins og oft talað Ef ég væri hann eins og bara út frá því hvort hann ætti að fara í frí ekki þá held ég væri bara ágætt að hann myndi setja gott fordæmi og fara í smá hlé á meðan að verið rannsaka þetta mál til þrautar. Mér fannst Ásbjörn gera mjög vel grein fyrir málinu að honum hafi ekki verið kunnugt að þessi staða væri upp í félaginu. Hann hefur gert það sem hann gat til þess að leiðrétta þessi mistök. Það hefur hann hefur gert grein fyrir því sem sagt, gekk mjög hreint til verks og meira finnst mér í sjálfu sér ekki málið að segja að hann hafi mjög vel gert hreint fyrir sínum dyrum. Það hefur verið eitthvað velt upp því varðandi setu hans í þessari nefnd sem á að skoða rannsóknarskýrsluna. Finnst þér eðlilegt að sitja þar áfram meðan að þetta kannski til frekari skoðunar? Hann hefur fullt traust frá mér til þess að sitja áfram í þeirri nefnd. Nefnd sem á að fjalla rannsóknarskýrsluna aðdraganda hrunsins. Þetta mál svo afmarkað, tengist hans enga hlutafélagi, hann búinn að gera grein fyrir því hvernig í pottinu var búið og ég sé enga ástæðu til þess að vantreysta Ásbirni til þess að sitja í nefndinni. Unnur Brá Konráðsdóttir situr ásamt Ásbirni í nefndinni fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins. Unnur Brá vildi ekki tjá sig málið í dag enda hefði hún ekki séð viðtalið.
Skráning Unnar Brár sjálfrar á hagsmunatengslum virðist ekki vera fullnægjandi á vef Alþingis. Hún tiltekur þar ekki eignarhlut sinn í fasteignafélaginu Fljótslýðing EHF sem Unnur Brá og á 3. tug annara jarðeigenda í Fljótslýð stofnuðu kaup á gamla barnaskólanum þar. Meðal annara eigenda því félagi fasteignafélagi Skipholt. Það félag svo aftur í eigu Kjartans Gunnarssonar en hann var formaður bankaráðs Landsbankans fram að hruni og einnig landeigandi í Fljótslýðinni. Unnur Brá kveðst sjálf eiga 300.000 króna hlut í Fljótslýðing EHF. Aðspurðum hvers vegna hún hafi ekki gert grein fyrir þessum eignarhlut í hagsmunaskráningu á Alþingisvefnum, hvaðst hún hafa gleymt í enda væri umræddur hlutur lítill. Félagið hefði í raun ekki haft neina starfsemi í langan tíma enda hefði fyrirætlanir rekstur í gamla skólahúsinu frestast vegna ástandsins. Hún hvaðst myndu hafa samband við skrifstofu Alþingis og breyta skráningunni nú þegar. Kastljós athugaði skráningar annara fulltrúa í nefndinni og eftir því sem næst verður komist eru þær í samræmi við reglur.